Ólafur Stefánsson sjálfur mættur í settið. Fluttur til Þýskalands en samt kominn heim. 7 ára ferðalagi eftir handboltaferilinn þar sem Óli, kynntist sjálfum sér eða kannaði heiminn, senn að ljúka og hann kominn aftur í The Shire. Við förum yfir af hverju, ég spurði spurninga, Óli spurði spurninga, við ræðum vissa hluti úr ferli Óla, hvað hann lagði á sig til að vera besti handboltamaður í heimi, aukaæfingarnar, hvernig Alfred Gísla gerði hann að vél, náttúrulyf til að kynnast sjálfum sér og heim, game og heim. Leifum bara Óla að útskýra það sjálfum. Þú, hlustandi góður, fórst kannski yfir strikið daginn í miklu gáleysi og keypti þér Savavél sem geymd djúpt í geymslunni heima hjá þér. Ekki nennir að taka hann út í sumar og hvað þá að pressa hreinan rauðrófusafa með henni, þið langar samt í ávinningin af því að drekka rauðrófusafa enda bestu íþróttamenn heims sem sverja fyrir áhrif nítratana í rauðrófum. Nature's Aid með frábæra lausn á þessu máli. Rauðrófuhylkin sem innihalda 100% náttúrulega rauðrófu fást í öllum apótekum og heilsuhillum stórmarkaða. 1974 árum eftir Krist var Decubal stofnað og hefur síðan þá unnið náið með húðsjúkdómalæknum við að þróa krem sem veitir húðinni raka en á sama tíma mild fyrir þurra og viðkvæma húð. Þetta ekkert venjulegt krem, engin óþverri, engin paraben, engin ilmefni og engin litarefni. Decubal fæst í næsta apóteki. Það nú þannig að íþróttir ákveð kalla á endurheimt og lykilþáttur endurheimtar eru kolvetni og prótein. Hleðsla íþróttadrykkur inniheldur 22 grömm af hágæðapróteinum úr íslenskri mjólk. Hún fæst kolvetnaskert og laktósalaus, þessi bláa sem þið hafið eflaust séð, og nýjasta nýtt frá hleðslu laktósalaus hleðsla í lítersfernu. Heyrst hefur að það sé ný kaffiuppskrift byrjuð að krauma á jaðri samfélagsins þar sem að flóaðri hleðslu bætt út í morgunbollan. Koffín, prótein og gott bragð. Getur ekki klikkað. La Madre pizza frá Olifa fjölskyldunni hefur opnað í Krónunni Skeifunni og þar getur þú smakkað í fyrsta skipti á Íslandi La Pala pítsurnar sem eru svo vinsalar á Ítalíu. Vandaðir handverks pizzabotnar og sérvalið ítalskt gæðarhráefni. Það eins og Ása og Emil starfi fyrir ítalska sendiráðið. Ég held að ásókn Íslendinga í útlöndum til Ítalíu þetta sumari sé alfærið þeim að kenna. Það ekki til hráefni sem þeir flytja ekki inn sem handtínt af 70 bóndahjónum sem hafa ekki gert annað á lífsleiðinni. Það bara jákvætt. Ítals til Íslands og Íslendingar til Ítalíu, allt í boði Olifa. Talandi handbragð, giflar og sænska handbragðið þekkist á bragðinu. Þekkist á mýktinni. Griftu 34 póka með í fríð og svo getur þú fyllt á því lengra sem þú keyrir frá höfuðborginni því þetta fæst allt land og allstaðar jafn gott. Laugarvegshlaupið næstu helgi og fólk byrjað að horta giflarpókana fyrir hlaup en byrðastjórnin giflar á Íslandi hefur gefið út að vera nóg til fyrir alla, svo engan æsing. Það hljómar svo alltaf jafn vel að fá hluta iðgjalda sinna endurgreiddan ár hvert. Ég hef lent í því eins og hinir tjónlausu viðskiptavinir Sjóvá. Viðskiptavinir í stofni fá nefnilega vegaaðstoð, afslátt af barnabílstólum og eins og áður segir endurgreiðslu iðgjalda. Þetta ástæðan fyrir því að Sjóvá tryggir ánægðari viðskiptavini 5. árið í röð. Ólafur Stefánsson, gjörið þið. Byrjum svona að sjá hvað þetta hvað við erum lengi með þetta. Já, ég fyrir þetta yfir hausinn eða ofan á hann. Já, þetta fyrir yfir hausinn. Og sérð þú mig alveg í gegnum það? Þetta ekki í gegja? Jú, það bara... Þetta óþægilegt, sko. En við látum okkur hafa það. Það ekki. Þú hefur bara mikrofónu nálættir og þú lætum bara vita leið og þetta fer af eða þau vilt taka þetta af og ég mun ekki bóndmála því. Nei. Ég svolítið að horfa á nefið á kanninu frekar heldur en í augun. Það eitthvað svona... Já. Eru við byrjaðir? Nei. Ég hef ekki bara byrjað það? Jú, gerði eitthvað svona... Það ekki. Klappið. Ólafur Stefánsson, velkomin. Takk. Varstu orðið nú venjulegur? Já, ég búinn að vera helviti venjulegur núna og góður í nokkuð langa tíma, sko. Og helst saman að vera venjulegur og góður þegar maður óvenjulegur það hvað? Bara það venjulegur að Þjóðverjar ákvaða að framleggja við mig 1 ár. Já. Í ábyrgðarfullu starfi, sko. Ætli vita að þeir hérna inn í þessu stúdíu með kanninuhöfuð? Þeir með að vita hvað sem þeir vilja. Ok. Þeir framlengdu og þeir vissu að þetta væri hluti af kanninu. Já, þetta áhættan sem fylgir. Já. Já, þeir eru meðvitaðir áhættina þegar þeir framlengdu. Með að hvað búin að laga þetta kanninuhöfuð oft, þá eins og þetta sé ekkert voða þægilegt. Þetta er bara mjög eðlilegt að vera kannina, sko. Einmitt. Eftir handboltan, hefur fundið metnaðinniðnum ákafan farveg? Býtu nú við, þú voru að spyrja aftur. Eftir handboltan... Metnaðurinn sem hún laðir í handboltan. Já. Hefur fundið honum ákafan farveg og í einhverju öðru heldur en handboltan? Já, síðustu 7 ár eftir handboltan, það var mjög ákaft
það var bara svona það ferðalag sem ég þurfti að fara og tók svona 7 ár. Þurftir að fara? Ákveðin hringferð, svona, þú veist, hendi einhverju hringarni í Mount Doom og eitthvað svona og svo bara kemur aftur í Shærið og ég þar núna í Shærinu bara. Þannig að þetta var hringur? Þetta var svolítill, já, ekki segja þetta að vera hringur, sko, þetta náttúrulega, já. Er þetta eitthvað sem þurft að gerast fyrir gamlan íþróttamann eða retired athlete? Af hverju fer maður í svona ferð? Ég myndi mæla með því að sko, það þarf að skrifa bók, það einhver góður sálfræðingur eða íþróttasálfræðingur að gera svona góða bók hvernig svona afreiks íþróttamenn eða bara íþróttamenn sem hafa sett langan tíma í þennan rytma sem svolítið galinn. Það sem þú nærði ekkert að fela þig, sko. Ert eiginlega settur á svið á hverjum degi á æfingu og leik og svo hættir og og þá þarf einhver góður að svona koma þér inn í hinn frumskóginn sem bara lífið eða svona, þú veist, eitthvað annað en það, sko. En hvað með bara fólk sem að vinnur í einhverju vinnu og þar í 20 ár og hættir sinni þeirri vinnu, þarf það líka að fara í eitthvað andlegt ferðalag eða þetta öðru sem einhver íþróttamenn? Nei, ja, þú veist, það náttúrulega hverstars hetjurnar eru náttúrulega út allt, sko, og handboltamenn eða íþróttamenn ekkert betri eða verri eða eiga erfiðara líf heldur en bara einhver hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir, lögfræðingur eða hvað það sko, en þannig ég ekkert að gera eitthvað meira úr okkur, það er kannski það eina sem að þú nærði ekkert að fela þig, sko. Nei, sviðsljós. Sviðsljós? Já, eitthvað sviðsljós, en aðalega, sko, þú mætir á æfingu og það einhver gæi sem að tékka á þér í fínhreyfingum og úthaldi og öllu og ef þú ert ekki á staðnum þá ertu fljótur að vera látin fara, sko. Og það svona álag sem að náttúrulega hjá mér stóð yfir í 18 ár og þá finnst mér það nú bara nokkuð eðlilegt, sko, og þú eru aðeins að svona anda frá þér og skoða eitthvað annað, sko. Myndirðu segja þessu ferðalagi sé lokið núna? Hringferðin allavega? Nei, þú veist, nei. Þetta er alltaf sama núið, sko, og svo ertu bara já þannig ég ætla að fá að nú er ég búin að segja bæ við þennan. Þetta er mjög skrítið að vera. Já. Það var skemmtileg tilraun. Þetta var skemmtileg tilraun. Takk þannig aðeins þetta nú eru myndavélarnar akkurat. Þetta hafði áhrif á það er að segja svörin mín, það er að segja þessi höfðu áhrif á svörin mín, sko. Eða þú veist, maður verður ekki alveg maður er ekki alveg slettur. Já, ég líka var ekki að horfa á þig og ég var að reyna að spyrja þig spurningar sem ég meinti en ég var svona glottandi, sko. Já, var ekki skrítið að spyrja líka. Algjörlega og mögulega skrítið að hlusta á þetta hljóðið var svona aðeins meira muffled, sko. Já. En ég meinti samt spurninguna, áður nú ferði þetta ferðalag og núna, ertu annar maður eða finnst þú að hafa tekið inn eitthvað nýtt? Ég veit ekki, þetta gerist allt svo hratt hjá þau núna. Svona taka andadrátt aðeins. Tónum þetta aðeins niður. Já, bara blessaður. Nei, byrju nú, hvar vorum við? Þetta var nefnilega, þetta var skrítið, sko. Þetta var eins og að dripla og vera í símanum á sama tíma eða eitthvað, sko. Þessa grímu? Já, þannig ég er ennþá bara að koma aðeins út úr því. Ok. Skrítið að vera með og ekki eitthvað. Þannig, ok, ég er svona aðeins takin spacey. Ok, ég ætla bara að resetta þetta og ég ætla bara að spyrja resettum, ég man ekki eins og hvað við vorum að tala næstu því, sko. Þú kláraðir handboltaferilinn. Skemmtileg tilraun. Þetta er bara mjög áhugavert fyrir mig líka að lenda í þessu. Já. Þú klárar ferilinn, þú kemur heim og þú ferð í ferðalag og þú sagðir, þegar kanninan sagði hann að þú þurftir að fara í ferðalag, hvað dreguðu í þetta ferðalag? Sko, hvað ég segja? Ég veit ekki hvað ég að segja lengur, sko. Þetta, þú veist, er bara einfalt þetta í eitthvað svona skiljanlegt, sko. Þú veist, ég fer bara út í að skoða það sem að við lesum mörg okkar. Við lesum búddisma og við lesum eitthvað indjánana og við lesum þú veist, alls konar. Og einhverju vísdómsmólar og þetta ble sem allir þekkja. Og fyrir mér næði bara ekkert að vera eitthvað ble. Ég þurfti bara að fara út í það, skilur. Já. Bara eins og sumir fara og ferðast og kynnast mismunandi og það sem ég uppliði voru bara svona kultúr bara í
Suður Ameríku og líka Grænland fór þangað og fór til Skotlands, skoðaði líka aðeins í Japan og og svo þetta fóru ekki reynda til Indlands en þú veist, alls konar og og setti bara og það kannski þú veist, ég átti buffer peningarlega og tímalega í það að gera, þú veist, hlaupa þess af hamsturshjólinu setja í hlutlausan og og skoða það sem að ég hefði svona, veist, ég er búin að læra þetta í heimspeki með BA-gráði í heimspeki og sálfræði og bókmenntadiplómur einhverjar og ble og veist, búin að lesa alls konar uppáhaldsbækur, einhverja ískápa og langaði bara að upplifa frekar en að lesa meira og það hefnaðist bara ágætlega. Hvernig fer maður í það að upplifa og þegar ef ég þurft að giska þá fer fólk eins og þú segir í svona ferðalög, það fer á einhverja framandi staði, fer og sér heiminn sem það hefur lesið það tekur að sér einhvers konar áskorun kannski mætti segja, hvort sem maður að fara hringinn í kringum hnöttin á mótorhjóli eða labba Jakobsveginn eða hlaupa ultramarathon náttúrulíf eru líka inn í þessu ef að ég get búið til eitthvað svoleiðis hatt utan þetta, er eitthvað meira þarna eða eitthvað af þessu sem ég nefndi sem mætti taka úr? Nei, mér finnst nú áhugaverðast hvernig þú ert að upplifa þessi orð eins og ég á mjög öll með að tala og blebleast og engi skilur neitt og eitthvað svona þannig að ég held að þú sett svona ágætis við mig þá hvernig þú ert að upplifa þau orð sem að ég segi eða hvernig, veist, hvað hugsaðu þegar þú hugsa Jakobsveg eða einhver náttúrulíf, veist hvað ég að senda aðeins boltan yfir á þig áður en ég held áfram. Já, hvað, ég meina þú veist, okkur hefur áhuga á því veist, eða eru við bara að taka viðtal til að taka viðtal eða er eitthvað sem þú ert að leita, er eitthvað sem ég get hjálpa með? Ég myndi segja að ég sé að leitast eftir því að fá útskýringar á því af hverju þú gerðir hlutina sem þú gerðir út af því og kannski til þess að bæta þig við þú veist, þú horfir ekkert á því sem ég elst upp við að sjá Ólaf Stefánsson í sjónvarpinu, allir töluðu Ólaf Stefánsson, þetta var þjóðarhetjan þessi gæi var með vinsaldirnar og framan hann var geggjaður í sinni íþrótt, bestur í sinni íþrótt hann hafði allt sem hann vildi en samt leggur hann staði í eitthvað ferðalag og er frekar áhugaverður í viðtölum skilur hvernig þetta kemur mér fyrir sjónu? Já, ok skilur þig þú veist, þú situr hérna á móti mér, ég var að horfa á því í sjónvarpinu og idolæsa þig. Já, ok. Þá kannski, þú veist, þá kannski spurningin á hverju ferð þú Óli ekki beint í að þjálfa og heldur bara svona þínu sem að þú ert góður í einhvern veginn og starfar við það, er þakklátur fyrir hvað þú átt, hvað þú ert búin að safna penings, ákveðið öryggi, hvert fjölskyldu átt börn og konu sem elskaði þig. Á hverju það ekki bara nóg, skilurðu? Kaupaði sumarbústað og svo bara þjálfa og eitthvað svona, er það ekki? Jú. Er það ekki spurningin? Einmitt. Og svarið því er í raun bara að þetta var svona 20 í þessu, það var annars vegar annars vegar taldi, það var 20, það var annars vegar að skoða trúna og okkur mannskepnan hefur alltaf verið að pæla í einhverju trú skilurðu, fara svolítið onni í það konsept og þannig að það var eitt og hitt var síðan hvort að við getum lært á svona effektívari og sniðuri hátt það er þetta tvennt já, þetta er tvennt og og varðandi við klárum bara aðeins lærdóminn þá langaði mig að skoða hvort það væri þetta búið til einhvers konar leik eða forrit sem að væri þetta koma inn í skóla það sem þú fengir að leika með hugsanirnar og leikurinn myndi sem sagt hjálpa þér að tryggjara tengingar og búa til samhengi alltaf og er ógeðslega góður í samhengi og ógeðslega fljótur að ná í hugsanirnar út frá því hvað þú vildi læra skilurðu. Þannig að þetta væri ekki bara að þú væri alltaf að læra eitthvað tjönk af einhverju dóti til að komast í næsta bekk og svo hyrfi það bara og það væri raunur ekkert voða mikið eftir nema bara að þú væri búin að fara í gegnum eitthvað sem allir fór í gegnum, skilur við. Þannig að þetta var meira svona hughriffa pæling, hvort það væri þetta að læra sterkar í gegnum hughrif og
og þú veist, bara eins og við lærum tungumál eða við lærum handbolta, þú veist, þegar ég kemur á handboltaæfingu þá ég alltaf að koma með 99% af því sem að eða þú veist, ég kem með mig, það sem ég kann og svo bæti ég eitthvað smá ón á, skilur, ég bæti alltaf einhverju við, en 99% af tímanum ég að rifja upp það sem að ég kann, skilur. Þannig að hugmyndin var að gera svipa með námið og það náttúrulega vissulega þannig gert með varðandi lestur eða stærðfræði eða eitthvað svona, en varðandi svona heimspekina og hugmyndir og hið ljóðræna og svona, þá langaði mig að skoða hvort að vera þetta búa til eitthvað sem að vera þetta hjálpa okkur að styrkja þá þekkingu. Við varum, skilur, þannig að við getum hlaðið þekkingun okkar í kringum hugtök, þannig að við ættum kannski 10-15 hugtök þegar einhver segir við okkur orðið skóur eða þegar einhver nefnir eitthvað sól eða Bubbi Mortens eða Megas, þannig að við erum rosalega fljóta ná í marga tengingar, skilur, svolítið eins og humoristar eða stand-up gæjar gera, skilur, já, börn læra svona og eitthvað svona, en svo komst ég að því svona, þetta ekkert búið praktist, sko, þú verður ekkert rosa, eða svona, þetta eitthvað, og svo líka bara að þetta var forrit og þannig ég fór svona hægt og hægt úr því, forritið fannst mér ekki, það var ekki alveg að virka nógu vel og og ég fór bara miklu meira sjálfur að kenna og segja sögur og bara meira að vera ég sjálfur og eitthvað svona presensið fannst mér finnst ég skemma svo mikið þegar við komum með skjáinn og allt það og vannmyndum svolítið bara það að mæta á staðinn og vera bara glaður og segja sögur þannig ég fór miklu meira inn í það þannig að forritið svona feita þess út. Þú ert að tala um Kiwi, eða ekki? Jú, Kiwi, já og bara í einhverju svona helli í dag, ég veit ekki hvort að það fer í gang einhvern tímann aftur eða í einhvers konar formi þannig að það var önnur ástæðan fyrir að ég hætti að þjálfa eftir 1 ár með Val sem var bara geggja ár líka og á meðan að þetta var svona þá fór ég að skoða hitt hugtakið á svona sérstakari hátt og þá var það bara, þú veist ég ólst upp við Gamla testamenti og sögur og Nýja testamenti í gegnum afa og þekkti það allt og svona, en ég þekki alveg kristnina og allt það og þannig ég fór bara að skoða hinn trúar bragðtegundirnar, getur við sagt, sko. Var það í alveg drifið bara af áhuga? Þegar þú stendur fram fyrir því að þú getur gert það sem þú vilt, þú sagðist það var peningarlegan og tímalegan buffer, þá var bara, mér langar aðeins að kanna trúna. Það kallar á mig. Já, en trú náttúrulega svo gildislæði, ég reyna að forðast, maður reynir að forðast að segja það, sko. Það fara allir einhverja stellingar og eitthvað bleið, sko. Þetta bara, hvað ég segja, skoða gleðina eina eða skoða, reyna að verða glaðari, sáttari, óttalausari, meiri flippari, meiri trúður, okkur ekki, fara inn í trúðaorkuna meira, eitthvað sem er búin að lesa skilur en nærðaldrei einhvern veginn, búin að vera svona galiðu þræll hérna í 18 ár og ert alltaf að reyna að finna gleð og mér tókst það reynda síðustu árin þá var ég í miklu þakklæti með handboltan og að njóta þess að spila og allt það, þannig ég var svona að reyna að yfirfæra það á lífið. Síðustu árun á ferlinum? Tókstu það? Já, þannig að maður er svona að reyna að yfirfara þessa meðvitund, þetta svona presens og þessa virðingu fyrir núinu og þessi skynjun sem ég tel mér nú hafa náð ágætis árangri núna er að já, ég veit ekki hvernig ég á eiginlega koma orðum að þessu. Hvenær varstu sem fjarlægastur frá því að vera bara með leikgleðina? Eða ég er svona að setja þetta undir þann hatt, leikgleði eða bara vera spontant og hafa gaman og einhver trúður? Veit það ekki. Ég hef alltaf verið. Þetta er allt svolítið svona flókið. Við þurfum eiginlega að gera þetta svolítið svona analítist, sko. Ok. Þannig að þetta far ekki bara út í eitthvað prump og bara eitthvað svona, sko. Ok, ég ætla bara að segja af hverju ég spyr þá út af því að þú varst að leitast eftir þessum hlutum sem þú þuldir hérna upp og þá hljómar allavega eins og það sé eitthvað sem vantar. Annars væri ekki að leitast eftir því. Já, en svo get ég líka sagt að þú finnur þegar þú hættir að leita, sko. Þannig að sko já,
það er þannig að eða það er þannig, þetta hljómar eins og ég veit eitthvað, en sko útgangspunkturinn er sá að það sé og þú veist að það er hin hlið, það er önnur hlið á peningnum, ok, og ég trúi því að hún sé, ég fundi hana og ég veit það í hjarta mínu og það er að segja, þú veist, það er kaninu hóla til, þú veist, Lísi í Undralandi er ekkert bara eitthvað ble, þú veist, Stranger Things, þú veist, það er annar heimur þarna, það er gat og svona, skilurðu, og það er ekkert eitthvað ble heldur, þú veist, tökum hvað erum við með fleira, við erum með alls konar bíómyndir sem að Matrix eða þetta, sem er bara heimildamynd og skilurðu, og Ready Player One, við erum með Star Wars líka sem að er eitthvað Force sem á að geta verið einhvers svona X-faktor og hjálpað á móti sko Death Star og öllu því þannig að og þetta er ekki bara allt eitthvað ble sko og heldur er þetta raunverulegt og og þú veist það fyndna er að það getur enginn sagt, það hefur enginn áhrif í raun að ég komi hér og segi að mér finnst það raunverulegt, það þarf hver og einn að finna það, en það fallega í því er að til þess að finna þessa töfra öfuga heim sem er raunveru hluti af þessu öllu er að þú þarft að vera skrítin í svo langan tíma sko. Þú þarft að vera heimskur í langan tíma skilurðu og þannig að ef að þetta viðtal ætti að vera eitthvað þá er það varnarræða heimskunar vegna þess að í raun og allt sem að það er það sem er svo þess vegna er þetta svo geggjaður leikur þetta er svo vel falið að þetta er falið í lógikinni og til þess að komast í raun og hina hliðin á peningnum sem er náttúrulega peningurinn er að þú þarft að komast út fyrir lógikina þína og það er fjandanum erfiðara sko og ef þú ert ekki búin að undirbúa þig vel að fara og breytast í ingjaldsfíflið þá þú veist, þá eru góða líkur á því að þú sért skilinn eða eignalaus eða vinnulaus auðvitað ég er ekki mikinn starfsframa í vændum og alls konar svona vegna þess að þú þarft að taka þér þinn tíma og space til að fara út úr klukkunni og öllu því kallað lilla eða mæja eða þessari hulu sem að hefur verið sett á þig nauðsyn fyrir því sem eru bara orð og hugtök og þessi heimur og þú veist í Heidegger kallar þetta thrones skilurðu, þeir eru bara kastað inn í einhver tölvuleik og þú fer aldrei eða inn á skákborð og þú ert bara riddarinn eitthvað og hoppar þarna 2 áfram og 1 til hliðar og ert ekki að efast það sko og skákin er falleg í eðlisínu en þú þarft að gera svo, þú þarft að verða svo ógeðslega skrítin og það kostar svo mikla orku og í raunur smá til þess að skoða þetta sko. Þarf maður að skoða þetta? Er það köllun hvers og eins? Nei, ég meina, þú veist, þarftu, þú veist nei, eða þú veist, þarftu eða þú veist, ég þurfti og gerði það, ég get ekki svara fyrir aðra en að þú segir þarft þú hvernig ertu að tala? Ég var að tala almennt, þarf fólk, er þetta eitthvað svona, þú veist eins og það er náttúrulega, þetta er líka bara að velta fyrir sig hver er tilgangur lífsins og það er hægt að sjóða það niður í bara að koma erfðaefnin áfram. En er það líka einhver svona tilgangur lífsins að kanna hina hliðin á peningnum? Já, vegna þess að þarftist ekki, þú hefur alveg eilíðina sko og getur tekið ákveð hvaða líf þú tekur í þetta sko, hvort það er 14. lífið þitt eða 30. eða eitthvað en þú veist en við erum mótið súrir maður eða ég
að því ég ætla að reyna að hafa þetta á lógísku nótunum sko. Já. En sko Segðu mér hvernig þú fórst hvað aðferðum þú beitti til þess að kynna þér hina hliðina bara ef við tölum bara þína reynslu. Já, mín reynsla skiptir engu máli í raun fyrir neitt nema mig sko. Þannig að hún ekki hjálpa neinum. En ekki hægt að svara þessum allt? Ha? Ekki hægt að svara þessu við öllum spurningum? Nei, sko mitt svar skiptir þig ekki neinu máli? Nei, þetta flóknar heldur en að fá sér bara einhverja masterskráðu í viðskiptafræði sko, eða smíða geimflög sko. Þetta í raun flóknar en að smíða geimflög sko. Okay. Af því ég meina það að smíða geimflög alveg með fullt af lógiskum leiðum til þess að finna út úr því sko, og það er nógu bara einbettur í því þá endanum tekstir að smíða geimflög líklega sko. En þegar þú komin út í sko einhvers konar stað þar sem að stigarnir hreyfast svolítið eins og í Hogwarts og þú kannski byrjaðar að gera eitthvað og þá hreyfir stíginn og þá allt þitt hugmyndakerfi farið og þú lendir á annarri hurð en þú ætlaðir svo ætlar að fara frá henni upp einhvern stiga og hann færist þannig að þú ert alltaf svolítið svona kóngur vill sigla en byrræður sko þú ert alltaf einhvern veginn að reyna að dansa þetta svona eins og að surfa með flugdreka eða eitthvað sko, þú ert alltaf háður einhverju öðru utan þín sjálfs einhvern veginn þannig að nú bara farin að bleið sko. Þannig að ég get ekki fengið neitt út úr því hvað þú gerðir eða hvaða leiðir þú fórst til þess að kynna þér þetta? Nei, þú veist bara sko þú þarf bara að verða skrítin það einu sem ég get sagt sko. Það var alveg nokkuð dæmi það í fjölmiðlum síðustu árum sem að fólk hugsa Óli ég vissi að hann væri sérstakur en mögulega er þetta bara skrítið. Já, til þess að sko ég veit ekki hvað stattur okkur núna sem er áhugavert sko þetta einhverju sko, ég held að ágætis útgangspunktur kannski fyrir fólk svo við náum einhverju þræði eins og bara yin-yang táknið hvað er það? Byrjum bara þar. Jafnvægi. Já. Jafnvægi á hverju? Orku heimsins. Já, orku heimsins. Og hvað er þá hvað er þá jafnvægi milli hvaða tveggja þátta? Nokkar að segja góðs og ills, sko. Já, nákvæmlega. Og þessum að, sko, nákvæmlega, og það er alveg rétt. Og síðan er hvítupunkturinn inn í svartasvæðinu og svartinn í hvítasvæðinu sem þýðir það er ákveðið gott inn í illa og því illa í hinnu góða sem ættir að gefa þér ákveðið hintum að þetta sé allt sami hluturinn og í raun sko skilur það sem að kannski einhver hintpunktur að hið góða í raunur að sjá ekki lengur munin á hinnu góða og illa og hið illa í raunur að sjá mun á hinnu góða og illa þannig að á meðan þú sér yin-yang-tákni sem eitthvað tvennt þá ertu alltaf stattur í aðgreiningu og og allt það og það er bara nauðsynlegt og skemmtilegt líka og allt það og annars væri við ekkert með þú veist bara DFF eða þú veist eitthvað þessi fokkaði upp lífi sínu og þessi draf þennan og þessi er að selja húsi sitt á 300 milljónir og eitthvað svona að við erum alltaf að vega og meta hvort sé gott eða ílt að þau finnst gaman að tala hluti en sem sagt töfrarnir eru handan þessa og eru því að þegar þið tekst að sjá táknið sem eitt og því sama og þá kemur svona það gerist ekki nema í ákveðinni kyrrð og þá getur svona dreigja andan og fundi sjálfa í stattan í svona einhverju magic töfrakúlu sko, sem við kallum þrívít sko. Og áttir á því að þetta er mjög skrítið tilfinning sko, þú áttir á því að þú hreyfist í raun og veru aldrei heldur þú alltaf punkturinn sem kjör og síðan er bara sýning í gangi bara endalaust sko, og þú beinir athyglinni á hitt og þetta og ert bara alltaf að búa til þinn eigin sirkus sko, og fjarlæðir hverfa og tími hverfur og svona. Og þegar þú færð þessa tilfinningu fyrir veruleiknum þá áttar þið á í hvers konar töfra veröld þú ert stattur og þá fer að koma þakklæti, kemur líka einmannaleikur
auðvitað líka en sérstaklega þakklæti og svona fegurðarskyn sem að bara, þú veist, bara vá og ég ofta pæli í hvort að konur hafi þetta einhvern veginn bara by default sko, að því við fáum líklega aldrei að vitlýsingarnir hérna fáum einhvern veginn aldrei að vita og getum aldrei vita hvort að kona sjá heiminn með allt öðrum augum heldur en við þannig að og ég get aldrei vita hvernig þú sér bláan og allt þetta blesko sem er náttúrulega mjög huglægt og ekkert að mæla og og þess vegna hafa ekkert voða margir áhuga á því eða ekkert að mæla sem alveg líka skiljanlegt sko. Ég skólaðist vel hérna í haust í sálfræðinu með það og það er alveg mjög eðlilegt að elta bara orð sem hægt er aðgerabinda og til þess að ná einhvers konar sameiningu hvað séu lindisraskanir eða sko, eitthvað svona. En þetta ástand sem þú varst að lýsa að það sem þú beinir aðteklinni getur fært hana til og sérð kannski svona svolítið án þess að dæma hluti hvort þessu er góður rittir. Ertu nær því ástandi heldur en þú varst? Já, í stuttumáli þá hérna fyrir 6 árum þá fer ég í mína fyrstu ayahuasca hérna upplifun og ég fæ að segja kom bara svona rúðuþurrkur á hérna augun mín og ég fæ skynjun sem ég hefði ekki órað fyrir að væri hægt að skynja, það væri ekki hægt að skynja. Ég fekk að sjá heiminn í þessu tímalausa ljósi og hversu fallegt þetta og kyrrðina sem að fylgir því og hversu mikil ást og intelligence í þessu öllu og hversu mikil stór skemmtileg tálsýn óttin og allt það og skildi, þú veist, yin-yang táknið og öll þessi ták sem í öllum þessum samfélögum, skildi hvað Ásgarður skildi hvað Olympus skildi hvað þessar borgir þýða, það sem er í raun og veru borg guðanna skilurðu og sem er allt bara þú þegar þú ert búin að komast heim til þín og en svo verður svolítið lengi heillaður af því og það sem að gerist þegar þú færð svona sjokk að síðan kemur út úr því og þetta svona auðvitað fer, skilurðu og svo ert alltaf verið að komast í þetta aftur og það tekur við svona smá escapist tímabil þannig sem þú ert að þú bara, þetta er svo fallegt að hversdagsleikurinn verður ekki lengur áhugaverður, skilur og þú fer alltaf að leita í þessa skynjun svolítið bara eins og kannski dóp eða þú veist, fíkniefni en á allt annan máta, þú ert að leita einhver svona fallu og þá áttur það á því að eftir svona nokkur skipti og þú ferði þetta aftur og aftur með einhver svona intervalli, ekki eins og áfengisamt eða ekki svona þannig fíkn, heldur meira þú fer að leita og þú fer að skoða hvernig gera þessir þetta, hvernig ná þessari skynjun, gera það með kaktusum, hvernig gera þessir þetta, þeir gera það gegnum sögur, hvernig gera þessir þetta, með því að fara í kalt kulda, skilur, hvernig gera þessir þetta með kundalini, skilur, hvernig gera þessir þetta þeir gera þetta með sveppum, hvernig gera þessir þetta með íbóka eða froskaætri eða eitthvað, skilur þannig að það er allir að reyna að finna þennan komast inn í þetta ástand þess að þú finnur að þú stattur svona í eiliðinni og ert einhvern veginn þetta er bara galinn fallegur leikur og svona völundarhús eða þitt eigi völundarhús þú ert að tefla þig sjálfa þig og allir kallarnir eru þú og og speklasalurinn og megas, þú fattar megas og alls konar svona þannig að en þá hefst í raun og veru leikurinn að ná ef við kemur inn á jafnvægið og jafnvægið er það að þú ferð að reyna að ná oftar og hraðari hátt og einfaldari hátt og minna með hjálp plantna þessu ástandi. Það er að segja þessari skynjun og meðvitund fyrir núinu að því í raun og veru þetta bara allt núið þetta er að þú finnur núið og finnur eilíðina og núið og eilíði í raun og veru hið sama þannig að og þá fer það geta að vakna á mótnana og tekið eitt góðan andadrátt og fundið þína leiðir stundu þarftu meira, stundu þarftu minna og þá ertu komin strax í töfraheim og þegar þið tekst að gera það án þess að það hafi áhrif á daginn þinn eða fólk horfi á þeim með einhverju skrýtnum augum og þú getur samt tekið fundin sem þú áttir 1:30 eða þú getur samt skrifað e-mailin eða samt klára samningin eða
veist, allt það, en byrjaði að svona samsama þess að 2 heima á þess að illa fari, þá það svona staður sem að ég að berjast við að vera á, sko. Og ég taldi mig vera orðin það góðan í þessum skinnina leik að ég treysti mér í að fara inn í lógíkina aftur, skilurðu, og það það sem hefur gerst svona síðasta ári, og þess vegna þá hugsaði ég, ok, get ég farið inn í núna og hvað svona besti staðurinn til þess að tékka á þér þar sem þú þarft að vera stór, þarft að vera present, þarft að vera glaður, dómlaus svolítið, en með eitthvað know-how og og það var bara þjálfurinn aftur, sko. Þannig að þessna ákvæði að fara, hætta að lesa sálfræðinni og fara inn í snargeðugan heim sem þýskur handbolti, sko. Það sem þú þarft að vera bara present og rífa hluti upp með orku og þekkingu, sko. En þú hættir í sálfræðinni, þetta ekki til huga að halda bara áfram með sálfræðina og klára hana eða hvað kallaði á þig? Hvernig gráhugi upp aftur? Líka, sko. Jú, það kannski kemur seinna og sálfræðin bara óslega flott og virðingaverð og hvernig hún gerð og allt það, sko. Þið voru flott þarna í lýsendur á EM í janúar, var það kveikið eitthvað áhuga hjá þér aftur? Já, það var bara geggjað. Ég var búin að segja það var bara það líka kveikt í mér og líka þú sér svona hvernig landsliðið að möguleikarnir í landsliðin okkar, eru bara óbúslega skemmtilegir og þetta eru frábæri strákar og maður sé líka bara svona karakterlega hvernig þeir eru fókuseraðir, þannig að ég er bara óbúslega mikla trúa að við séum að fara að hýrða einhverja medaljur á næstu árum, sko. En það sem ég kannski að reyna að gera að reyna að finna þarna jafnvægið í því sem að sálfræðin að segja og reyna að finna út og kannski þetta sem maður hefur verið að upplifa og nefnir kannski þarna Jeffrey Gray sem eitt sem að rannsaka það með svona varðandi bara þetta með að vera drifin af jákvæðri sín, skilurðu, versus það að vera drifin af ótta við að eitthvað neikvætt gerist, sko. Og þetta svona algjör kjarnu, þetta margar rannsakað og allt það og og þetta bara svo ógeðslega mikilvægt að við skoðum það og förum að kenna krökkunum okkar þetta og bara líka í íþróttum að snúa við þessu, sko, þessu svona, við notum þetta ljóta orð fórnarlamb en það enga síður þannig að við þurfum að hvað ég segja ef okkur tekst að, sko, búa til svona, í krökkum stærð og þessi ábyrgð gagnvart sínum eigin heimi, sko, gefa þeim þetta það sem að mér langar svo alltaf einhvern veginn að reyna og í gegnum sögurnar og kennsluna og ég kenti fullt síðustu ár og sögur og það alltaf þannig að þú þarft að eiga þinn áskarð, þú þarft að hafa ímyndunarafl til að sjá fyrir hvað viltu, hvernig heim viltu búa til og sá heimur hann býður bara eftir að birtast og eina sem heftir birtingu þessa heims þinn eigin hugur, sko, og það að þú leggir trúnað á alls konar blebli það sem eru í raun og veru óvættirnir og tröllin og svartalotnir sem alltaf að reyna að skemma heimiðin og ráðast inn í heiminn og þeir gera það þannig að þú ferð að segja að aðrir séu eitthvað að þeir séu valdir því að þinn heimur hafi ekki náð að birtast, sko, eða eitthvað, en fæstir gefa sér eiginlega tími að skoða hvaða skynjanir, upplifanir vill ég vera með í kringum mig á hverjum degi, sko. Vill ég hafa bláan lit í kringum mig, já, nei, skilurðu? Já. En ég meina, út af þú talar hérna börn, ertu þá, ekki þá skóli og íþróttir bara svona nokkuð góðu staði til þess að grípa inn í að kenna, að þú getur drifið hlutin áfram af jákvæðri sín frekar heldur en að slæmum afleiðingum? Jú, því að það sem svo geggjað við íþróttirnar og eins og Binni Karl kom hérna inn á, það sem svo geggjað við íþróttirnar að þú getur ekkert falið þig og þú revílar, þú birtir karakterið eins og hratt og viðbröðin þín sjást svo greinilega og það sést svo greinilega hversu mikið á rófinu þú ert þarna sem annarkvort, sem þú tekur ábyrgð á öllu og ert svona í fókus og
og lætur ekkit taka þig úr heiminu þínum og svo aðrir sem eru bara eins og kortappi og úthafi og alltaf háðir alls konar það er lítið til að tryggera þá og það er lítið eitthvað óþægilegu dómur hjá dómaranum eða einhver skorar ekki eða bla bla skilur það sem geggjað við sportið og öll þessi N1 mót og allt þetta, krakkarnir alltaf að fá hratt leiðréttingu á sinni hegðun sko. Heldur það að sé að fá leiðréttingu? Já, nei, svo það svo þau eru alltaf að fá einhverja leiðréttingu en þau gætu örugglega fengið betri, við getum örugglega búið til eitthvað svona sniðura í kringum þetta varðandi þetta, að taka ábyrgð á viðbrögðinu sínum, taka ábyrgð á tilfinningunum sínum og þú veist, taka ábyrgðin á reiðinni sinni og í staðin fyrir að hugsa veist, þessi gerði mig reiðan þá það frekar, ég leifði þessum að skilur gera mig reiðan þannig að það held ég sér óbúslega sterkt að fá þann skóla snemma sko að því maður sér alveg unglinga og maður sér alls konar liðarna á sparkvöllunum og allt þetta og þetta endalaust í einhverju kvarti og blefir einhverju sem það ræður ekki við sko. Hvað endur við ef þetta er eini hugsunarhátturinn sem kemst að fólk sé bara raunni að flýja eitthvað sem að flýja slæmar afleiðingar og kvartið? Er ástæðan fyrir að þú ert að herja á börnin með þessu? Það bara ég er fyrstulega ekki að herja á neitt sko. Ekki? Ég? Já. Nei. Með kennslu og... Nei, sko það er bara ein barátt í gangi og það er mín barátta við mig sko. Skilur, það er við erum að hafa það á hreinu og það er eina barátta sem skiptir máli skilur, það er þú þegar þú vaknar ertu glaður og peppaður með sterkar lífsýn og tilgang og þykir vænt bræðin og systur og konu og allt þetta það er baráttan og ef hún vinnst á hverjum degi þá ertu sjálfkrafa að laga heiminn sko. Þannig að ég herji ekki á neina stráka eða stelpur skilur þú veist, það gerir sjálfkrafa ef ég er sáttur í eigin ranni að þá gerist allt í sjálfkrafa hvað sem að kemur sko. Herja kannski ekki orðið en ég meina þú veist, þú til þess að vakna sáttur og glaður og góðu við náungan, þá kannski þarftu einhverja leiðsögn eða ekki og þarftu mögulega að læra að komast í það ástand og þess vegna ég að nefna að þú búin að fara í þína vegferð herjar ekki á þetta en kannski reynir að koma skilabóðunum áleiðis. Já, en samt skilur ég tel mig vera búin að ég meina síðustu 7 ár ég tek 18 ári í það að reyna að spila eins og maður handbolta og vera einhvers konar fyrirmynd þar og gera það bara með því að mæta eins og fríkin stríðsmaður hverjum einasta og ef að mér finnst eitthvað vanta þá ger ég eitthvað ekstra og reyna að ná mér í eitthvað og byrja með eitthvað auka og lifta öðruvísi og gera og tilraunast og spila í einhverju táskóm og byrja í olimpísku liftingum 18-19 og allt það, það eru 18 ár hjá mér þar sem ég mæta hverjum einasta degi og er ekkit bara þar í einhverjum vana heldur bara er actually present og mér tekst það og ég er stoltur yfir að hafa tekist það svona í 16 ára þessum 18 þá er ég bara dang og bara mættur skilurðu og bara og elska leikinn minn og elska að vera í þessu og er með takmörk og vill gera eitthvað einhverju geðviki og gott og þannig að ég er búin að gera það og svo tek ég 6-7 ári í þetta og er að segja sögur, reyna að búa til forrit þú trúðast og gling gling, bang bang og eitthvað, kakó og ble ble og eitthvað, að því ég tel það vera eitthvað sem maður getur hjálpað þannig að þú veist, ég veit ekki hvað ég á að vera að gera meira sko, eða eitthvað veist, þannig að kannski er ég núna á svona ákveðnu tímapunkti sem er svona bara aðeins ok, nú ætlum ég bara aðeins að sko já, hvað ég segja, nú ætlum ég bara að skoða aðeins hvort ég sé virkilega að hjálpa og með einhverju þá mælanlegu vegna þess að allt sem ég gert síðustu 7 ár er bara ekki mælanlegt og og Er það ekki svolítið freistandi að vera eitthvað? Það er ekki þetta að mæla það sem ég er að gera. Það er ekki, jú, en það sem ég langar að skoða er hvort að þetta allt geti nýst einhverju liði í Þýskalandi sem úr með 15-20 mismunandi huga og í gegnum handboltan þar sem ég er með ákveðið skilsett og ákveðið auga og sé hluti
og og hvort að þetta journey síðustu 7 ár geti komið í einhvers konar litlum dropum þar með sko, mjög varlega en hvort ég eitthvað svona auka krydd sko til að eitthvað seasoning sem að enginn hefur prófað áður en það, þú veist þannig að það er svona það sem ég er að fara að tilraunast með, já. Þannig að Þýskaland er núna tilrauna eldhúsið fyrir þennan... Já, tilrauna eldhús eitthvað. Langar líka bara svo. Ég er góða mentora þarna eins og Dag Sig og Gumma Gumm og Alfred Gísla og fleiri þjálfara sem ég get leitað í svona, þú veist, alls konar sögur. Þetta er náttúrulega gæjar sem eru búin að vinna allt, skilurðu, og ég er bara rétt að byrja þar og mér langar að skoða og ég held að þessi 7 ár, mér langar til að sýna að þessi 7 ár í öllu þessu að þau geti eitthvað svona skila sér inn í góðan þjálfara sko. Dagur Sig, Gummi Gumm og Alfred Gísla sem hún nefndir hérna, allir þeir lýstu þér sem besta handboltamann í heimi. Ertu sammálaðin? Þegar varstu upp á þetta besta? Ég veit ekki, þetta er svo eitthvað stórt hugtak sko, en þú veist, það voru fullt af drullu góðum gæjum annað líka sko. En ég var svona meðal þeirra sko, meðal kannski þessara 5-10 svona sem áttu að vera heita svona skemmtilegastir og bestir sko. Skemmtilegastir? Í nokkuð langan tíma sko. Ekki bara eitthvað svona eitt lucky ár heldur alveg svona skilur svona aðeins upp og niður en náðu mér oftast upp aftur og svona vann úr meiðslum og allt það sko. Já. Ég ætla að taka aðeins struktúrað í gegnum smá senu og þegar þú ert í 3. flokki þá ertu ekki valinn í 40 manna landsliðsúrtak og síðan lýstur á þann senu þar sem að þú varst bara mættir, liftir, teygðir aukalega, gerðir allt saman og gerðir meira og ennþá meira en það Er það drifið áfram af einhverju svona Jordan sögu að hafa ekki verið valinn í liðið og þá bara, ok, þú bara nú fer að sjá úr hverju ég gerður? Nei, já og nei, þú veist, það var ekkert eitthvað svoleið að segja einhver reiði, ég var alltaf ungur til að vera eitthvað að pæla mikið í því, en auðvitað var það, ég man að það var alveg maður var alveg svona smá undrandi leiður þegar maður heyrir að 5 úr kannski liðinu mínu eru komnir í landslið og ég er ekki þar, skilurðu, þannig að þú veist, þannig að það kemur einhvers konar reaksjón, einhvers konar triggering, sko, en ég var ekkert að pæla mikið í því, ég bara elskaði handbolta En þú mætir þarna alveg með svona öklalóð og æfingar? Já, fór að horfa á Kóru sem voru hann 88 og var með og tók myndir og skrifa hjá mér og horfa á heila æfingu þegar ég kom í heimsókn, laumaðist inn bara í Löðsöllina og sá það að æfa og svo horfði ég á alla Ólympíuleikan 88 og Rússana og analyseraði þá hann með Vaff og S-kastum var að klippa og skrifa kerfin og var svona að pota kerfunum inn í 4. flokkin og svo er ég byrjaði að lifta þarna frekar snemma þegar það var eiginlega svona ekki og svo fór ég þarna inn í judo gym og lærði að klína og hitti þarna Silverinn og var með Stebba Jó sem frjálsjóðu þjálfara og það er engin annar að gera þetta þessum tíma, engin annar handboltamaður? Nei, svo líka detti út þarna í klásusnum og læknisfræðinni og þá nota ég vorin í að læri smá siðferði eða heimspeki hérna hjá Villa Átna í HÍ og en bara professional bara lifti 4 sinnum í viku sko og veit enginn af því og að læra að klína og allt þetta fóra aðeins overboard og sleit crossbund svona soldi að byrja að deadlifta eða svona djúp nepi að 200 kíló sko Já, ok því ég var 20 ára og það var svona aðeins svo mikið kannski En varst ekki einhver ljósastöður þarna ára áður? Jú, var það alveg lengi sko Og þarna ertu bara þetta hljómar smá eins og sért í hefndarhug bara, herði, ég var ekki valinn í þetta landslið bara þið fáið að sjá hvað ég get gert Já, nei, ekki þannig Nei, ég var ekki drifin Nei, ég var ekki til pæli því sko Ég bara, mér fannst allt gaman og það er nú kannski líka þessi tærleiki sem líka fylgir unglingum og allt þetta og þess vegna maður ekkert að láta þá eitthvað vera að segja vatni við lækin þegar þú tala um einhvern ungling og ert að segja honum eitthvað heyrðu og ert að gera eitthvað svona hann er bara það sem hann er og ef hann er peppaður og glaður og all in og með svona góðan fókus og er ekki að
eitthvað, þá hann bara á góðum stað sko. Þú ætlaðir í læknisfræðina en út af að fer ekki þangað þá ferðu bara að smíða besta handboltamann í heimi þó svo það hef ekki verið með þetta. Já, ég fer út þarna 23 og þá fæ ég svo mikið rými til þess að fara í allar þessar bækur og heimspeki og sjálfsöpabækur, eitthvað svona, þú veist, og lesa bækur eftir þjálfara eða Stephen Covey eða Dale Carnegie eða, þú veist, allt þetta var þetta svona sjálfsvinnu sko. Þannig að ég alltaf að vinna með það með ég er í hérna handboltanum sko, færa svo góða skóla, svo tek ég Open University og læri Humanities og fyrir að skoða alls konar hluti sko, Philosophy of Art og fegurð og Kant og allir þess að kalla sko, þannig að ég les alltaf rosa mikið með sportinu og er eiginlega svolítið galinn sko, og svona örlítið kannski eftir sjá á, þú veist að staðan fyrir að vera bara í 2 heimum sko með börnin mín og handboltinn sem hefur alveg verið nóg sko og vera svolítið rólur, þá var ég bara ekki með ég var svo eirðalaus sko, þannig ég var alltaf með 3 heima, þannig ég var alltaf svo mikið að lesa líka og var að bóka söfnum og í þessum námi og þá köttast aðeins af því að sjá ekki kannski bara strákiðin vaksa skilur, sem er bara besta heimspeki sem að til er, besti heimspeki kúrs sem þú getur fengið er að horfa á og sjá hvernig strákurinn er 2 ára, 5 ára, 8 ára og dóttiðinn og konaðinn og allt það sko, en ég læri það ekki fyrir en síðar sko, inn í þessum 7 árum þar sem maður átt að segja hversu fallegt allt er í kringum hann sko, ef maður bara aðeins tekur sér tíma. Það er mjög margir sem hafa náð langt í því sem taka sér fyrir hendur sem nefna þetta akkurat, að svona, vissi ekki hvert þau voru að drífa sig fyrir en þangað var komið, að þeir áttu þessu á því bara, af hverju var ég að drífa mig svona mikið? Það er allir því hinn stærsta kunst myndi ég segja þessa lífs eru þetta bara þetta klassíska og óþjála kannski út úr tætta hugtak nú sko, sem að menn traðka mismunandi á og sumir virða og sumir hvað á að segja, sumir fara illa með sumir viti ekki af og þetta er ramheilagt sko, þetta er bara svarið, spurningin og svarið sko, og já, að hinn stærsti leikur er að ná tökum á því og já, og þá ertu komin í bara geggjaðan sirkus sko. Þú varst komin þarna út, þú sagði mér að sjálfur Alfred Gísla, hann hafi gert þig að algjöru vél já í svona á þessum nótum sem við erum að tala þú í þenni líkamlegri þjálfun hvað segir mér frá Alfred Gísla og þér og ykkar sambandi? Já, bara geggjaða vinur og gerði mig að vél, já og gerði mig að vél bara, hann hefur lýst í sínu einhverju viðtali sko, hvernig hann gerði það og ég þarf ekki að fara dítil, hann bara gerði það. Ég sá myndbandaðir ekkert tímann eftir eitthvað leik þar sem að þú varst að fá sko, svona næringu í æð eða svona liquid IV, ekki næring heldur sölt eða eitthvað svolítið. Hann hefur verið svolítið experimental á þessum tíma. Já, hann var bara með geggjaðan gæja með sér og við fengum oft svona, ef það var mikið álag á okkur þá fengum við bara svona vítamín og ég held að þetta hafa nú allt verið löglegt og gott sko. Já. Og bara passa að þú væri með alla minerala og svona það tjekkað af sko. Já, ég veit. Það var mjög flott og oftast var þetta í febrúar þegar svona álagið var að fara að aukast og spennan að aukast, það var bara svona tjekk stundum í október, kannski 2 ára sísun. Ég veit. Þannig að hann var geggjaður í sínu. Og þú sildir síðan inn í bara gulli tímabil á þínum ferli þar sem að þú ert bara einna bestu handboltamönnum í heimi, ef ekki svo besti. Já, ég var bara, eins og segi, fucking vél sko, og síðan tek ég, ef ég hefði verið þar áfram þá hefði ég haldið þannig áfram, svo tek ég svona smá sjokk því ég fer til Spánar og lendi á einum svona gömlum frankoista sem var bara mjög erfitt að halda sér í sheipi með sko, og detti ég aðeins niður. Þjálfari þá? Já, og svo tekur tíma fyrir mig að ná aftur upp svona þessu, við mig var alltaf bara þessi besti tími með Alfred og ég held ég að eiginlega aldrei náði því alveg sko. Wow. En ég svona var alveg nálægt í að náði en það var svona, ég held ég að verið bestur svona líkamlega þá. Með Alfred? Svona síðustu 2 árin með honum, þá var ég bara eitthvað allt annað sko. Horfir á þessa tíma, varstu sáttur á þessa tíma? Já.
geggja bara, 2 börn og og konan og glaður í mati og bara geggjaður. Ég tók stundu þurfti ég bara 1, 2, 3 skref frá miðju og bara skaut, skilur. Veist ég veit ekki hvað ég var orðin hann, sko. Respekt á Alfred fyrir það. Og já, bara. Sem verðast frá, sko, út á milli Ólympíuleikana 2008, sem allir vita hvernig fóru, og 2012. Þú varst svona við það eitthvað að gefast upp þar á milli. Handboltinn var orðin svolítið erfiður. Já, ég var orðin, sko, 36, 8 ára, ég var að glíma með smá hnénu, þarna milli og í Löwen í Þýskalandi og og ég kannski, gleymdi mig kannski aðeins eftir silfurmedaljuna, en samt, missunnið hjá okkur öllum var að ná í gull 2012. Já. Og þú trúðið að þú geta? Já. Og ég fann bara, ég var að glíma við bæði hausinn á mér og eitthvað. Þannig að ég bara svissa út næringu, veist, ég átti það alltaf inni. Þannig ég fer svona all in og hætti að drekka mjólk og áfengi og brauð og allt þetta, sko, og næja, því ég þurfti bara að berjast fyrir að komast í þennan geggjaða hóp sem að var að koma. Komið Aron Pálma þarna inn líka og þannig að ég var í beinni samkeppni á hann, en bara, þú veist, með Lexa þarna og góða gæja, sko. Og það var ekkert alveg örugt að ég kemist í þann hóp, sko. Svona 1,5 ári, sko. Svo bara byrja ég að tikka inn, sko. Og og æfi eins og monster og fæ smá hjálp með hnéð og allt það, sko. En þú kveikir aftur á vélinni, þú bara, ok, við gerum þetta í eitt skipti fyrir öll. Ólympíuleikarnir, þú bara svissar upp mataræðinu, átti það inni eins og þú segir. Já, ég tók svona smá kæruleysis tímabil eftir Ólympíuleikana og það þessi 1,5 ár sem eina sem ég sé eftir á æfinni. Það svona fyrsta árið með Löwen. Þá ég svona aðeins arrogant og kærulaus. Bara gagnvart þér sem íþróttamanni? Mér sjálfum, já. Og hugsa ekki alveg nógu mikið hnéð sem ég veit að að verða verra. Og ég hefði átt að gera alls konar hluti og ég leifi svona einu milli sísoni í kæruleysi, sko. Og þá var ég var líka svolítið búin á því og það var eina sumari sem ég hef tekið í frí í raun. Skilurðu? Þú veist, það var það sem ég gat ekki hreyft mig og ég fann svo mikið til í hnénu og ég nennti ekki aðgerð og ég þurfti bara break og svo kom ég svo bara viku fyrir seinna season með Löwen þá bara fatti ég verið að fara í aðgerð og ég bara eitthvað 10 kílóum og þungur fyrir aðgerð heima og þetta er bara ólöglegt og gerir þetta ekki, skilur ef ég hefði verið þjálfari þá hefði ég hent sjálfur mér á haugana, sko, en ég var bara svona búinn á því svolítið á líkam og sál og síðan ég bara allt seinna tímabili með Löwen svolítið að vinna mig inn og svo kemur hann AG tímabilið og þá ég svona hægt að koma mér í gang með svona Ólympíumedalíuna í haustnum og þá næ ég aftur bara sömu geðviki ef ég hefði verið í 15-16 ár, sko. Þannig að ég tók 1 sumafrí getum við sagt að hafa sem 17. Finnst þér svona drifkraftur og áhugi, ég meina, ég held að það sé eitthvað sem þú hefur þokkalega áhuga á og gaman að sjá líka og bara, ég veit ekki hvort það sé bara hjá krökkum eða börnunum þínum eða sjálfu þér, þú veist, þykir þetta ekkert áhugavert þegar að þú bara finnur að áhuginu byrjar að dala og síðan kemur áhugin inn þegar þú hugsar Ólympíuleikana, hugsar mikið út í þetta? Já, ég bara einhvern veginn kannski þeirri, sko, einhvern veginn fékk ég það í blóðið að og það heppin að elska sportið mitt mikið og og elska leikinn mikið, elska að leika mér og bæta mig í því einhvern veginn að þetta var bara einhvern veginn á autopilot fyrir mig, sko, sem kannski erfiðara með. Fyrir mig hefur aldrei verið vandamál að gera hið lógiska, sko. Nema þetta eina ár þarna? Já, nema það var ég bara svona og þá var ég komin líka einhver svona, þú veist, það bara á ég að vera áfram bla bla, eitthvað svona 37-8 þá ég hætti á þetta en svo bara, þú veist sérstaklega, þú veist, kom með Aron Pálma með, ekki það Arnór hafi ekki verið geggjar líka, sko, og þarna vinstri skittan og logi og allt þetta, skilur, og þetta var bara svo, þetta var eitthvað sem ég varð að fá að berjast fyrir, sko. En ég bara hugsa þarna, út af íþróttir eru svo snirtilega settar upp, það eru þarna Ólympíuleikar á 4 ára fresti og heimsmeistaramót á 2 ára og EM þarna annarkvert, þú veist, þegar að út af því þú nefnir þarna Ólympíuleikarnir hafi síðan svolítið kallað á þig að tókað í þig. Aha. Er þetta eitthvað sem að verður að hafa í lífinu? Einhvers konar markmið, eitthvað sem þú veist af, eitthvað sem eru afleiðingar fyrir því að sinna ekki?
Já, ég meina við erum með ágætis talsmann þess sem Jordan Peterson sem var nú hérna heima og auðvitað kontroversial í alls konar en þó það sem ég, til þess að ég þurfi ekki að segja allt sjálfur að þá eru skurðpunktur minn við hann frekar miklir og hann bæði með, þú veist, trúna, hann bæði góður í goðsögunum, hann meistari líka í sálfræðin og klínisku og búin að gera allan fjandann, skilurðu góður, þú veist, að tala og það náttúrulega auðvitað bara að hafa ágjör á einu tungumáli, skilur, eins og flestir bandaríkjamenn og bara geggjaður í því tungumáli og þannig að, já, varandi við ætla að halda þræðinum varandi þetta með tilgangin og hann bara að segja það, sérstaklega með okkur gaurana, að ef að við gaurar erum ekki með innblásnir af fallugum og gufum tilgangi þá getur við bara hent okkur á haugana strax sko og það engin kona sem að vill okkur heldur ef að við erum eitthvað í einhverju svartnætti og einhverju kvörtun og fórnarlambi og bitur leikaranum og öllu þessu sko og við verðum bara að rífa okkur upp á hárinu eins og Munchausen gerði forðum það engin annar að gera það fyrir okkur konan okkar ekki að gera það fyrir okkur af því hún vill sjá að þú getur gert það sjálfur getur auðvitað leitað og það sniðugt að eiga góða verndarvætti vini sem þú getur leitað til í kaffi eða einhverju leiðir sem að þú finnur til þess að rífa þig upp ef þú ert komin í eitthvað svartnætti og einhvern kvartara og bla bla skuldurna síðu orðnar þetta eða konan sé eða og miklu eða börnin eða þetta kostnaðurinn eða álæðið í vinnunni eða kröfurnar eða vinnustundurnar eða hvaða sem á okkur lagt sko nú ef við fyrir inn í kallmennina eða gaurana, þó að þetta ég alveg áleika við konur en þú veist já, þannig að varandi ef við höldum þessari ólympíumedalíu, ég held að við eigum öll einhvern veginn að finna okkar einhverja medalíu að berjast fyrir sko, sem að togar okkur áfram og fólk auðvitað að gera þetta, veist, það bara ekki allir í sjónvarpinu sko en þú veist, það eru meistarar út allt sko, fólk sem að vaknar 6 eða tökum hjúkrunarfólki okkar í COVID eða bara slökklisfólk eða þú veist, allt þetta út allt píparar, veist, ég veit ekki hvað bara fólk Íslendingar og landsmenn okkar sem eru bara alla daga að berjast og fæta alls konar óvætti sko. En heldur að það sé ekki smá meiri áskorun fyrir þau að finna sína ólympíumedalíu innan sín skeira og það fyrir íþróttamann, það bara nokkuð augljóst, það bara hæsti tindurinn ólympíumedalíu. Já, það auðvitað göfugt markmið og fallegt ólympíumedalía og hún auðvitað það tengi allir við hana sem eitthvað mjög erfitt takmark sem að bara alls ekkert allir ná en fólk þarf bara að smíða sína mikromedalíu á hverjum degi og þá skilur, þú þarf bara að vita í þínu hjarta, þú veist alltaf í þínu hjarta hvort þú ert komið þína ólympíumedalíu eða ekki sko og það bara ímyndunarlega sem þarf til þess sko og það það sem ég kannski meina með að taka sitt journey eða fara sem Jakobstíg eða hvað fólk þarf að gera eða þú veist að þú bara þarft að draga andan, skilja andadráttin og hvaða magnaða tæki það og ímyndunaraflið og skilja hvaða regnboginn og hvað bifröst og svo ég haldi nú áfram aðeins í bleðinu en aðalega skilja hversu mikinn mátt þú hefur með ímyndunarafli og möguleikum sko og þú þarft stundum bara að fara út úr matrixunni þó að sé ekki nema bara í korter sko og þá bara svona taka stöðuna, hverjum hefur lyfta ræna gleðinu minni okkur ég kvarta yfir þessu hver ég að leyfa þessum að fá töfrasbrotan minn skilurðu og og leyfa sér að hlusta á sögur, horfa á smá ævintýri og sjá stærðina í þessu öllu sko. Stóri munurinn á sálfræðinni og til dæmis goðsögum að goðsagan stækkar alla tragedíuna upp sko. á meðan að sálfræðin kannski reynir að smætta hana eða forðast hana skilurðu, það að segja goðsagan skoðar Herakles eftir hann hefur drepið börni sín eða Medeu skilurðu og fer onni það skilurðu og reynir að skoða það vegna þess að það ekki fyrir en þú
sættist við skuggana, ílskuna og möguleika mannlegar ílsku og sorgar og þjáningar sem þú getur einhvern veginn skilið all litrófið sko. Og veist, þetta með að þú getur ekki farið að tréð getur ekki náð upp í hæsta heiminn fyrir en það komið í dýpstu rætur sko. Og Jung og allt þetta og hérna það að segja já, það að segja þú veist að segja, að gangast við skuggunum, gangast við monsterinn í sér og þarna ég komin inn á Jordan Peterson kannski aftur sem mjög alveg skemmtileg áhugaverð en þetta svona já, ég veit ekki hvað að segja að þú veist mér finnst það ágætið sko og þetta varandi siðferðið skilur og þú getur raunur ekki kallað þig siðferðis mannesku fyrir þú ert orðin stríðsmaður sko og það að segja við felum mörg okkar siðferði í bara ótta að því við viljum ekki taka fætin og þá segjum við, ég svo góðu maður ég ekkert að taka slægin þarna sko og skilur en leiðin mögulega bara eins og Japanir vita með samúræin sko, veist, þú þarft að læra því art sko og læra að berjast en þú notar það ekki nema ráðist því á því og fjölskylduna sko. Já, betra að vera stríðsmaður í garði heldur en garðirkjumaður í stríði. Nákvæmlega, akkurat það sko. Þannig að hérna... Ert þú varum þína myrkuhlið? Já, ég bara svona er að byrja að fara inn í það svolítið. Þú ert bara góður? Nei, já, ég hef verið svolítið kannski bara góður og kannski er hérna ástæðan fyrir að maður fer inn í búndisleiku lið að þjálfa sem þú ert að standa frammi fyrir hérna og það mjög lítið margin fyrir error og þú ert bara einu sinni 2 í viku ert í stríði við einhvern annan coach og annan lið og þá ekkert eitthvað hí haha sko og þá þarftu bara að setja því hérna í þann stríðskýr eins og þetta sé bara alvöru stríð og það held ég muni hjálpa mér að skoða skuggana og mér langar að því ég hef alltaf svolítið falið það get verið alveg grimmur og mín þegar að mér finnst þess þurfa en ég hef falið það mjög vel sko og kannski of vel og líka fyrir sjálfum mér og hef ekki verið mjög konfliktorienteraður maður sko en engu síður held ég þurfi samt að læra alls konar meira til þess að einhvern veginn ná já, bara til þess að sé ekki traðka á manni eða allt það og þannig að, já. Hvernig með svona breytingar á 40-50 aldri, þú veist, fyrir manneski, þetta hægt á þess að vera að taka inn einhver ofskynjunarlyf eða þess að eða gerir maður þetta bara sjálfur með því að vera að taka eftir og huglega? Já, hvað þá? Þú veist að tala bara breytingar hjá þér og skoða þessa myrku hlið og svona og ég að hugsa bara hvernig, hvort að það snýst bara að vera með fókusinn á réttum stað? Nei, ég mæla alveg með því að sko að fá sjokkið sko nota sjokkþerapíu í gegnum náttúrulyf í mjög svona veist, vanda það mjög vel undirbúa það mjög vel vita það að þú þarft mögulega buffer til þess að átta það á þessari undrun sem að getur mættir eða kannski óbúslega getur átt mjög erfitt ferðalag eða vikur þess að þú farð að sjá einhverja skugga eða mikla sorgur æsku eða mikið ofbeldi eða þú getur lent í alls konar þetta svolítið íkt upp og þú upplifir þetta í raun í gegnum þessi meðöl þannig að þú veist það ekkert eitthvað hlutin þú bara ert stattur í herberginu þar sem að þú var slegin með belti skilur eða þar sem að þú heldur á að nánu mættingja í veikum í höndunum eða skilur þú veist þar sem þú átt engin tól og ert alltaf ungur til þess að einhvern veginn meðtaka þetta sko eða andaði í gegnum þetta og skilja þetta þannig að hérna að því að karmaspilin eru misþétt sem við fáum þannig að vissulega ef að þið líður eitthvað illa þeir finnst þú ekki að vera on top of your game ef að þú veist, ef þú ert ekki að fá næring úr börnunniðinum, úr vinnunniðinni ef þú hreyfir þið ekki ef þú nærið ekki vel ef þú ert ekki bara zang on top of your game sem bara á að vera þitt eðli það er virkilega heilsa þá
er allt í lagi að skoða þá leið. Þú ert að drekka mikið og drikkjan bara versta sem að til, þú veist, alltaf að fá sér öðru glas eða smástund með vinum eða eitthvað svona, en það er ekki til verra meðal, sko, sem að fer verð með okkur sem samfélag, held ég, sko. Heldur en áfengi? Já, eða, þú veist, við þekkjum bara söguna, en auðvitað eru líka jafnmargar skemmtilega stundir sem við höfum átt með bjórglasi og öllu því, sko, en bara eins og við vitum, þá er ekki allir sem kunna fara vel með það og það veldur svo mikill reiði og þunglindi og afleiðingarnir eru bara svo gigantískar. Þannig að í samanburði við áfengi þá er psykedelían bara guðskjöfnastu. Ég veit ekki, þú veist, ef einhver nennir að vera svo vitlaus að taka það á samhengi og skrifa Ólafur segir að psykedelían sé guðskjöf, þá er það náttúrulega, ég er ekki að segja það þannig, en í samanburði við áfengið þá er hún vissulega eitthvað sem að fólk á alveg að skoða og það er alveg að opnast hugurinn fyrir því að skoða alls konar aðferðir og sálfræðingar eru þetta byrjaðir og við þurfum bara að kíkja út fyrir 200 miljónar og þá sjáum við að þetta það er allt í gangi, sko. Já. Til að rannsaka það, en auðvitað getur það misfarist, að þú veist, þetta er líka alveg hættulegt að því leiti, en í mínum tilviki þá var eiginlega aðalhættan bara að þú verður svo uppnumin af allri fegur að þið langar eiginlega ekkert að fara að gera neitt, að því þú ert svo glaður í núinu og þér finnst þessi veröld bara svo stórkostlega að þú nennir ekki að fara að gera eitthvað og það er svona eiginlega hættulegasta við kannski þessa leið að því. Þú verður aðeins að drifta, hjálpaði mér aftur á trakkið. En sko, það er svolítið skemmtilegt og þú veist, tala að það er ekki það er allt bara nógu gott eins og það er, en er þá ekkert svona hvað maður, út af það varst að nefna Jordan Peterson, eitthvað helvítir til þess að hlaupa frá? Jú, sko, akkurat, ef við tökum þú varst að spyrja, sko, þarf að nota lyf eða náttúru til þess að fara að skoða þessa hlutalla. Aha. Og ég endurtek þá að, skilur, þú mátt fara að skoða, þetta er alveg ágætist leið til að nota ef þú finnur réttu aðeilina og gerir þetta á réttan hátt, sem ég ætla ekki að skýra nákvæmlega hér, hvernig þú átt að gera það, en vissulega er þetta góð leið til þess að skoða bæði til að hreinsa eitthvað upp úr æskunniðinni og skoða, þú þarft að fara heldur djúpt til að spyrja þig okkur ert ekki glaður, sko. Þannig að eðlið þitt er að þú ættir að vera annarkvort glaður eða í vígahug, minnst skosti. Annarkvort ertu glaður og sáttur, slakandi á með vinum eða eitthvað, eða þú ert í fucking vígahug að reyna að laga heiminn, skilurðu. Þannig að heimurinn er bara endalaust bara, þú veist, drit og bara stór skrítin, flókin en magnaður svona heimur. Þannig að, eins og ég segi, ef þú ert ekki þeim gladari, sáttur eða í vígahug og ert í einhvers konar biturleik og öllu því, þá áttu auðvitað frekar heldur en áfengið að skoða auðvitað leiðir og þá er þetta ein leið í því og þar hjálpar og inn í því hjálpar líka sögurnar og ævintýrin og þau er að segja það sem að fólk áttu sig kannski á er að leiðbeinendur þínir í völundarhúsi psykedelíunnar eru ævintýra verur. Þar kemur dvergurinn, þar kemur vatnið, þar kemur sólin, þar kemur blómið, þar kemur tárið, þar kemur heimdallur, þar kemur Thanos. Allir þessir eru viniðinir þarna til þess að hjálpa þér að navigeta þá upplifun sem að fer í gang þarna, sko. En sko, þín þá vegferð inn í þessu öllu saman, kemur hún ekki frá þessum stað að þú varst að finna þig annarkvort ekki að upplifa alla þessa fegur og þú varst ekki í vígahug? Býtu, segja þetta aftur. Þú varst að tala að ef þú ert ekki bara að upplifa raunveruleikan sem alla þessa fegurð eða þú ert í vígahug, þú ert mögulega bara að upplifa það sem fórnarlamb eða líður illa. Já. En síðan talar þína vegferði í þessu og þá hljómaði eins og þetta var bara að drifa áfram á áhuga og kann þetta. Mér finnst svona eins og hljómaði eins og hafur ekkert verið á þeim stað sem er langað að vera á. Nei, sko, jú, en sko ég þarf aðeins að taka þetta með vígahugin. Já. Og til að skilja það, þá þarf að lesa og skilja Bhagavad Gita. Fyrir ekkert biblíuna, auðvitað biblíuna líka,
en Bhagavad Gita moment í stórum bálki, episkum bálki sem heitir Mahabharata og stórkostlegt verk, geggjað verk sko, sem að bara toppar sko Völuspá líku við sko, þú veist, á þess að þetta sé einhver samkeppni, en bara ímyndunaraflið og pælingarnar og þversagninnar sem að Indverðinir eru með versus okkur sem svona frekar línuleg dagskrá frá frá hljóðsbyggði allar helgar kindir sko, meir og minni mögu heimdallar og Völuspá byrjun og yfir í bara að surtur slöngvar yfir allt og nýveraldrís og allt það og það að segja, við erum með frekar línulega dagskrá í okkar Völuspá versus Mahabharata sem að bara hoppar úr alls konar, bara geggjað verk og og þeir lesa bara sem að hafa einhvern tíma í það að gefa sér þótt sem allt spurningu fórkvæmsröðin en það moment inn í þar sem að eru svona þeirra ragnarök og þá eru frændur að kljást, það eru Pandava-bræðurnir versus Kaurava sem eru líka bræður þeirra og þar eru frændur að berjast og bræður að berjast, svolítið eins og í Völuspá og Krishna þarna ásamt Arjuna, einn af bræðrunum og þeir ríða þarna fram á meðan vígvöllin og allt innu hikar Arjuna og hann horfir yfir bara svona fram og tilbaka á fjölskylduna og hann bara, ekki að grínast, hvað ég að gera? Hvað erum við að gera? Við erum að fara að murka lífur hverju öðrum og þetta mentorum minn, þetta þjálfarinn, þarna bara Alfred Gíslason og þarna Dagur Sig og Boris Abkhazchev og hér mamma mín og hér bara föðubróður minn og ég að fara í stríðið alla þessa, bara nei, ég ekki að fara að berjast skilur og allt inni kemur eitthvað svona og þá kemur Krishna og sem alltaf með honum og það sagt að já, þeir eru svona eilífir bræður svona Narayana, þetta svona eilíft þetta svona svolítið yin-yang þetta svona annar örin og hinn áttin og da svona yin-yang og Krishna segir og hefur þá upp sína rödd og þar með hefst Bhagavad Gita og hann raunur að segja honum að það séu tvær leiðir að vera í vígahug að hann sé raunur að berjast við þá sem að eru ekki búnir að fara í gegnum sitt ferðalag, eru ekki ennþá komnir úr sjæirinu og að berjast á röngum forsendum, að berjast vegna hefndargirni, vegna ótta vegna löngunar eitthvað, skilurðu? Versus þeir sem eru að berjast í raun og veru á annan hátt, sko. Og þessi annar háttur þá, myndi einhver segja, spiritual háttur, sem mjög hættulegt hugtak, en eru bara á öðrum forsendum, sko. Og það mjög áhugavert að skoða þessar tvær fylkingar og okkur þær eru að berjast. Þannig að við getum sagt sko, ég var í óvinafylkingunni Kauravas þó að Indverjarnir eru það sniður að þeir láta óvinin enda í himnaríki og söguhetturnar enda í helviti þeir eru svo klikkaðir Indverjarnir sem bara gegja að þeir ruggla allt sko en þannig að hann má segja í 18 ár þá var ég að berjast svona svolítið mikið bara svona tíndur gæi sko en hefur verið að reyna að leita og þessi 7 ár hafa farið að reyna og núna telji mig verið að reyna að byrja að berjast sem aðeins annað gæi sko á öðrum forsendum og það skilur enginn nema sá sem hefur tekið sér tíma sko og verið heimskur í smá tíma sko. Já. Þegar þú hættir í atvinnumennskunni og ert ekki lengur með neitt ólympíugull til að stefna og eitthvað svona, var þá ekkert, og ég meina bara, þú veist, ég veit ekki lengur að mæta honum á æfingar, það engin ferill að baki líkamlegra heilsu eða ekkert skipulag lengur. Hvernig það viðbrigð? Já, það voru alveg viðbrigð. Ég hélt alveg ryþmanum var ókslega duglegur í forritinu og kífi og bara vaknaði alltaf og bam og æfði og synti og allt það og tók alveg yfir, færið alveg geðauklingin sko yfir í bara annað. Já, helst í rútínuna. Já, en svo fara að koma svona önnur lögmál þegar þú ert allt í einu að reyna að skilja lóuna og hlusta og sitja með vatninu, sitja með sorginni,
sitja með dauðanum og allt svona, það allt hennu lögmál sko. Þá ertu bara komin í Hogwarts og eins og ég segi, þú veist, þá allt í hennu bara einhver stigi sem að færist til og þú veist, það allt annað dæmi sko. Það gilda bara allt hennu lögmál. Ok, en þetta gekk alveg vel að taka þetta skrif frá atvinnumennskunni yfir í normið. Já, þannig sko, en þú veist, þetta var ekkit sjálf, ég ráðleika ekkit fólki, þetta er alveg hættuleg leið. Psykadelian er mjög hættuleg leið og hérna að því það opnast hlutir sem að þú þarft bara þú veist, þú fer bara inn í ævintýri og það er ekkit víst þú komið tilbaka, það getur vel verið að þú komið bara einhver dreki og spúi á þig og þú bara fyrir upp eða einhver tröllkall eða vond galdarkettling Og hvernig er það fyrir svona fjölskylduna að horfa á þig í þessari vegferð að þú að fara inn í skóginn þar sem hann er myrkastur? Já, þau voru eiginlega ein ástæðan fyrir að ég kom tilbaka ef ég hef ekki átt þau. Þannig þú ert komin tilbaka? Það er ekki komin og ekki komin, þú veist. Ég vil draga línur hérna. Já, bara hérna. Þessi gæði, sko. Nei, þú veist, maður fór aldrei neitt, sko. Þú veist, maður er alltaf, þú veist, ég bara er hér og þú veist, ég skil ekki okkur fólk er svo rætt við eitthvað svona, sko. Kannina, það er alltaf út af bíómyndunum og byssurnar og þetta er bankaræningarnir Er það? Já, og bara þeim með andum þig, bara hann er komið með kanninu Já, andum mig, já, takk En fjölskyldaðin, var þetta eitthvað konflikt að koma fjölskyldaðin? Já, algjörlega, sko og það er náttúrulega eitt og þau eru náttúrulega svona mitt aðal þau eru svona minn einsti kjarni og hjartað í mér þannig að það var kannski byrjað að koma svona í smá högt og hristing og þá var eiginlegt annað að gera fyrir mig heldur en að snúa hægt við þannig að það má eiginlega segja að þau hafi hérna þú veist, líka hjálpnið já, og ég veit mig aðeins tilbaka sko án þess að gera það þau gera það ekkit beint en svona óbeint þú veist, ég bara sensaði sterkar og sterkar að ég bara var að fara að komast aftur í stríðsmanninn en vonandi stríðsmaðurinn hérna í hinni fylkingunni í hérna Bhagavad Gita sko. En verður ekki svona obsessed að reyna að samfara þau að þau þurfa að fara í þína vegferði Nei, alls ekki sko. Já, það finna allir sinn farveg það finna allir út úr sín og einhvern hátt sko. Ég er engin maður að segja neinum hvernig hann á að lifa sínu lífi eða að gera sko. Já það, eftir öll þín ár þá getur ekki hjálpa neinum með það eins Nei, ég hef ekkert að segja sko. En þú er nú nýttið mentora sjálfur Já, en það er líka þegar ég kem til þeirra sko. Einmitt Skilur, en ég er ekki að fara að ringi einhvern og segja heyrðu, hérna, ég verð að segja en ég er að tala um beð Já, ef einhver kemur og spyr bara Óli, heyrðu, ég er að pæla í þessu og þessu þá bara þetta svara ég og darara, sko en ég er ekkert eitthvað, hérna fattar þau? Þú ert ekki að predika? Nei, Guð forðið er það er bara Er Guð til? Já, sko Svaraði Já, svaraði kallið minn Nei, þú veist, þetta er svo sko, einföld spurning fær alltaf bara einfalt svar sem með og þá fara allir að hugsa alls konar önnum möguleg svör, sko, þannig að í spurningunum felst bara svari, sko þú veist, hvað ég segja já, bara er Guð til en með svo margar forsendur sem að útilokar aðra möguleika, þannig að við það að svara þessari spurningu, þá er ég bara að þrengja sjónsvið og hugasvið fólk, sko þetta er mjög flóknar heldur en þessi spurning sko. Þannig hérna Ég held að það var bara já eða nei spurning sko. Alls ekki Hvað þýðir að hafna eigin sannfæringu? Að hafna eigin sannfæringu höfnun er sannfæring annars myndur ekki hafna þannig ég myndi skilur, er ekki höfnun sannfæring eða? Þetta er núlega hvort að nót Nei, eða bara er ekki höfnun sannfæring Jú Já, og ertu þá ekki að sannfæra sannfæringu eða? Jú Þannig að, þú veist Getur ekki unnið Þetta var, Höfnunin er sannfæringin Já, eða þú veist höfnun er alltaf val þannig að, þú veist eina sem er eiginlega erfiðast að ná er neyið, sko þú veist að því að þó að neyið virðist vera ákveðin hefting og eitthvað svona, þá er nei samt ákveði já það er ákveði já í neyinu neyið implæjar að þú allir að neyja sem er ákveði já þú veist, nullið er ekki null þú getur ekki, þú veist að ræða nullið eitthvað Já, nullið er svolítið stórt fyrirbæri fyrir bæri Já, hvernig getur það verið stórt ef það er null er ekki nullið ekkert þá?
Jú. En þú veist, viltu taka þetta á þessar slóðir hérna á, hvað eru búin að vera lengi? En núllið inn í tölunni 100 er eitthvað. Já, er alltaf eitthvað. 100, já, það er það sem að nákvæmlega og þessna ákvörðat, sko, það er alltaf eitthvað, sko. Þú kemst aldrei í ekkirtið. Já, og fólk vil meina að gildislana orð dauði sé ekkert. En hvernig getur dauði er alltaf eitthvað. Þannig að fólk sem er hrætt við að þú veist, hrætt við dauðan og ekkertnessið, þú veist, ekkertnessið getur ekki sagt, þú getur aldrei gert neitt skilur það er eiginlega það eina sem að virðist ekki vera til, sko. Þannig að það er kannski ákveðis útgangspunktur eða eitthvað Þú hrættu við dauðan? Nei, bara dauði, bara orð. Það lýsing á einhverju sem allir fær í gegnum. Já, bara dauði hluti af hulunni sem er búið að kasta á þig. Manstu hvenær þú heyrði dauði fyrst? Nei. Tekka á því hvort þú munir það. Farðu ofan í það og skildu hvenær þú heyrðir þetta og hvenær einhver náði þig að fá þig til að trúa á hugtaki dauða. Ég held ég þurfa eitthvað sterkar efni til þess. Já, mögulega. Og það er þess vegna þetta er mjög powerful orð og Er það kraftmeira orð heldur en bara hús? Aðeins. Já, þú hús er mjög fallit orð líka. Manstu hvað þú varst þegar þú heyrði það fyrst? Hús? Já. Nei, ég man ekki, en kannski sá ég það áður en ég heyrði orðið og flest sjáum við kannski, en dauðan sjáum við kannski fyrst áður við heyrum orðið dauði og við sjáum eitthvað svona kyrstöðu og slögt á einhverju mannesku og við heyrum í fyrst skipti að þetta sé nú langafi sem er dáin eða eitthvað. Þannig að kannski var það og þá ferðu svona átt kannski einhverja slæmar tenginga við það, sko. Þér finnst þess að hann sé bara út úr leiknum en ég veit ekki hvert er hann komnir hérna, sko. Myndirðu passa þig bara að segja? Er þetta í alvöru gagnlegt að við séum að tala núna saman? Er þú ekki byrjað að drifta þess hérna í spurningunum? Eða? Já, ég er svona aðeins bara byrjað að taka ykkur á vélbísaði. Já, gott. Er það ekki bara gaman? Jú, ég er laus. Sko, ég veit ekki hvort það sé gagnlegt en ég held að það sé ekki skadlegt. Mér finnst það bara svo áhugavert, Óli. Þú veist, eins og ég sagði það í byrjun, bara, þú veist, ég hef alveg rætt við marga íþróttamenn en aldrei nokkuð tíman þegar ég er að ræða ferilin þeirra fer maður að questiona eigin tilvist og dauðan og hvar ég var þegar ég heyrði orðið fyrst eða Já, en gallin er bara að við erum í þannig samfélagi þar sem að mælanleg orð hafa ekkert vægi. Það virðist vera þannig að miklu leyti. Af hverju samþykir það að koma í viðtal og tala í mælanlegum orðum? Kannski bara því að ég hef ekkert að gera tjók. Nei, ég hef fullt að gera en okkur samþykti það? Það er góð spurning. Það er ógeðslega góð spurning. Okkur var ég að koma hingað. Það er kannski að því maður er líka að fara svona aðeins að eftir 7 ára dót í alls konar þá langar mann kannski einhvað að reyna að zooma upp og líka mér ágætt stundum að hlusta á sjálf á mig til þess að sjá svona sem stiku bara sitt hvort það er ruglaður þarna, já ok, þarna ertu komin aðeins hérna, skilurðu og þú nærið svona stikum bæði í gegnum viðtal bara með því að tjá þig þá nærið svona ákveðinu stikum og sjálf á þig oftast ertu ekki sami maðurinn já. Þannig að það er kannski áhugavert líka. Pældi því, þú getur nota bara opinberan vettvang til þess að tjekka þessu. Þú bara ferði viðtöl hérna bara á RÚV eða þarna í þessu blaði og svona og síðan getur bara svona flett í gegnum fjölmiðla yfir áratugin og séð bara, wow, voðalega skrítin þarna. Sumir halda bara dagbók, sko. Já, einmitt, ég gerir það líka, sko. Já. En kannski það, já. En heldur það sé ekkert að það, þú veist, út af þess að hann, er þetta gagnlegt að við segjum að þetta? Heldur það sé ekkert þetta að ræða þér? Þú veist, þegar ég fæ fólk hingað í viðtal og hvort sem er íþróttafólk eða bara leikari eða tónlistarmaður eða hvað nú er þá finnst mér oft bara mikill innblástur og viska sem að fólk býr yfir mér finnst það gagnlegt að fá innblástur, að heyra af sögum sem eru hvetjandi eða fær mann til þess að verða betri en maður er. Já, sko, það sem ég myndi vilja skilja eftir sem eitthvað gagnlegt er að leita allra leiða til þess að fá krakka og okkur sjálf til þess að fara meira þú veist að hvað ég segja þú veist
að opna kanínuhóluna sko. Þú veist, að gefa sér, búa sér einhvern veginn til þannig rými að þú þorir að fara onni þetta sem að öll trúarbrögð eru búin að vera öskra í gegnum árþúsundin sko. Og vita alveg hvað þeir að tala skilur, og bara þú veist, og það er bara, það þarf enginn að gera það, þú veist, þú getur alveg verið týndi stríðsmaðurinn og bjargaðir og hérna barist og átt þitt fína góða líf sko, og það er nógu frikinn erfitt skilurðu, og hérna og það er í raun og veru haft það erfitt að hérna að við náum aldrei að, og það er enginn sem segir okkur að stærsta baráttan sem að við hérna þurfum að heyja er baráttan við okkar eigin skynjun, að það er búið að hrifsa frá okkur svo mikið, sérstaklega kannski meira kallmenn heldur en konur jafnvel. Við erum með svo lítið fegurðarskyn, við erum með svo litla svona já, við erum með svo litla nánd og fegurðarskyn, og sérstaklega kannski meira gæjar heldur en konur, og hérna að stærsta baráttan er í raun og veru að segja við bæði þá þjóðfélagi eða ríki bara step down sko, þú veist, ekki hafa afskipti af því að ég vilja byrja að rannsaka hvort skynjun mín sé eins og hún á að vera sko. What the fuck? Þú veist, að allir þið að banna mér að skoða, þú veist, plöntur sem hafa verið notaðir í 2000 ár af Indjánum sem eru í tengslu við jörðin og náttúruna og allt þetta, og hafa síðan verið drepnir og tættir og murkað lífið úr af einhvers konar vestrænu liði sem er alltaf að leita einhverju stærra landsvæði sko, í endalösi, eirðaleysi og rugli, og hérna ætlar þú ríki eða ætlar þú þjóðfélag eða þið bankar að láta mig vera það fucking mikið á hamsturshjólinu að ég geti aldrei, ekki 1 mánuð farið í mína ferð til hvert sem er til að skoða hvort að það sé eitthvað til í búddisma eða hvað þetta fólk er að segja allt, skilur, eða hvort að mín skynjun sé, hvort að ég sé undir dáleiðslu eða ekki, skilur. Er verið að reyna að halda manni svona mikið niðri? Halda þessu niðri? Nei, verið að, þú veist, það er engin einn að neinu, sko. Þú veist, þetta er bara svona vefur af alls konar og aðal vefarinn í þessum vef ert þú sjálfur, sko. Og þú ert búin að vefa hennan stórskemmtilega skrýtna, flókna vef. Ég meina, þú ert raun og veru bankarnir. Þú ert búin að búa til þess að banka sjálfur, búin að búa til þess að stofnanir sjálfur, búin að búa þetta allt til í eigin hug, í kringum allar þessar verur sem eru þarna í kringum þig og eru þú, til þess að gera eilíðina nógu áhugaverða til þess að vera ekki einmann í henni sko. Þannig að Þess að ef þú værir ekki með þetta mótafl þá værir bara einmanna? Já, ef þú skilur, stærsta vandamál Guðs er að hann er einn og hann er allt og hann býr þetta til svona fake hinn til þess að til þess að teflaði sjálf á sig og hafa eitthvað að gera sko. Svipað á fangi sem er búin að vera í fangelsi einn í einhverjum klefa í 2 ár, eða Dr. Wilson, Mr. Wilson í Tom Hanks, skilurðu. Þú veist, hvað gerir þú ert einmanna? Þú byrjar að feika einhvers konar annan vin fyrir að þrá vinin, en þú veist gaglegt, skilurðu, af hverju gaglegt að fá að lyfta hulunni af þessari dáleiðslu allri, vegna þess að þegar þú kemst á bak þessa hulu og finnur einu sinni stærðinni sem þú hefur ekki haft frá því þú varst 5 ára krakki sko, að leita ormum, og þessa gleði og þetta sem þú sérð á ennetmóti eða eitthvað, þú veist, þessa stærð og óttaleysi og kraft, þú færð það tilbaka og þú áttir á því hverju þú hefur leyft að vera hrifsað af þér sko, og getur fundið það, og ef þú nærða virða þessa stærð og skilja núið
og þorir að fara inn í það, þá ferðu að glæða lífið þitt og allt í kringu þig einhverju sko, garðurinn bara pjú, og þannig að það þessi virði, já. Hvað skrifaður í bókina sem úr með að opna fyrir framæg, eða teiknaður? Nei, ég var eitthvað að hrifsa eitthvað svona til þess að tapa ekki alveg þræðinum, þá var hann nú löngu farinn, það ekki? Já, ég myndi alveg, segja höfum farið við það. Já, hvað var ég? Já, nei bara, við höfum farið við það, en svona, já, það ekki? Var eitthvað að vita í þessu, eða vitleysa? Þannig að, I don't know. Þetta bara yin-yang fyrir mér, ég sé ekki vitið eða vitleysuna sko. Nei, en þú ert bara búin að vera í janginu allavega. Þú veist, ég veit það ekki, ég ætla ekki að segja þér neitt, en það ég ekki að segja, ég noti ekki boðhátt sko, lengur og segi það bara. Þannig að veist, ég bara heyri einhverju viðtali með þér og smá kaninu tilraun og eitthvað, svo ég bara að fara að pöngast í þjálfurum og ég bara þakkláttur fyrir að börnin mín tvö elstu að fara úr hreirinu og einn að spila í Danmörku og einn svona í tónlistarnám, yngsta fara með til Þýskalands og kona mín líka, þannig ég bara fullu tilhlökkunar í það og sjá hvort að hvort ég ná að koma með hvítukannuna sko í einhverju mikrodósis, nanodósis sko og sjá hvort að hún hafi eitthvað authority inn í hörðum heimi búndislíkunar og handboltans og íþróttan almennt og eitthvað svona og það svona rannsóknarverkefni næstu ár sko að sjá veist, hefur sjamanni í Suður Ameríku eitthvað, eða sá sannleikur sem hann að presentera eða ekki presentera, bara hefur það eitthvað vægi inn í íþróttir sko. Tósar ekkert í þig að þetta ferðalag og það leiðir sem þú notar til þess að skoða hina leiðin á peningnum að sko, út af þú ert mjög skýr með það, þú ert ekki að herja á neitt með neinu, þú ert ekki að boða neitt, þú ert ekki að íta neinu upp á neitt en bara svona eins og út af nefndi börnin þín ekkert eitthvað svona, hei, ok, þú veist, ég mæli nú með að Nei, þú ert bara það vita það svona þeir foreldrar sem að eitthvað hafa fundið þetta að þú getur ekki sagt neitt við börnin heldur bara reynir þú að vera góð manneskja og kröftu manneskja sjálfur og það eru skilabóðin sko, bara hver þú ert sko. Þegar ég set á mig kaninuhaus þá ég að taka áhættu í mínu uppeldi og þá eru skilabóðin að ef pabbi setur á sig kaninuhaus þá kannski það lægi að ég seti kaninuhaus eða ég ætla aldrei að setja kaninuhaus á mig skilur eða okkur hann setja kaninuhaus eða eitthvað bleið sko. Hefur þetta takað þetta samtal við þau? Nei, við höfum ekkert eitthvað tekið það í einhverju, þau bara hlæja mér og eru bara heldur svolítið fegin að ég er komin aftur sko úr svona þessari 7 ára svolítið reisu sko og ég er líka bara þakkláttur fyrir það en þú veist, maður segir þeim ekkert að gera eitthvað sem maður gerir ekki sjálfur sko. það bara galið og í raun og segir maður ekki að gera neitt þau bara finna út úr þessu sjálfur lífið það er miklu kennarar úti í lífinu skilurðu, þó ég eigi 2 pappa í raun, ég á pappa og fósturpappa þá ég líka 10 pappa sem voru þjálfararnir mínir sko á einhverju tímapunkti og alls konar svona þannig að ég treysti lífinu til að sjá þetta fyrir mín börn og þeim að finna út úr því sko. Og svo ef þau þetta ringja og segja, heyri pappi, hvað með hennan gæja, hvernig, og það með líður svona, þá bara svara ég, skilur en ég er ekki að forsa neitt sko. Áður en ég sleppir út af því að þú talar að væri svona nokkuð komin heim, hvenær varstu sem fjarlægastur heima? Hvenær varstu lengst í burtu? Já, heim og game er raun og bara, þú veist, ef ég segi heim, þá ert ég með blanda af heim og game þú veist, það þarf að fara út fyrir það er ekkit orð sem er nú sterkt til að vera statist okay. Það er að segja, heimur felur í sér líka game okay. Skilur á sama hátt og návist felur í sér fjarvist En þú samt skilgreinir þetta að hann er sjálfur að þau séu fegin að þú sért komin heim úr þessari reisu já, ég má nota þá myndlingingu, má þá segja hvenær varstu sem lengst í burtu? Jú,
já, burtu og heim, skilur, þegar ég er komin heim, þá er ég samt sem fjarlægastu börnunum mínum, sko, sem mjög skrítin þversögn, þannig að ég þarf að finna millistað þarna, sko, að geta verið heima hjá mér en heima í þeim líka. Þetta allt svolítið svona, þetta svona einhver kunst sem að, skilurðu, að því þau eru hluti af líka af þessum vefnaði og þessu mæja sem indverðarnir kalla og þessari yndislegu tálsinu, þessum veruleik og töfraleik og hversdagsleik sem að við all erum stödd í. Þannig að þegar ég segi ég komst heim, þá var það bara frekar stutt stopp og ég hef líka átt stundar sem að ég hef þjáðst þarna heima og langar ekkit annað meira en í tálsínina til þess að geta faðma dóttur mína sem aðra veru en mig. Þannig að þetta er alveg þannig að jafnvægi felst í að vera svona heim svona milli heim og geim, sko, og þú einhvern veginn getur farið hratt á milli þessara tveggja staða og það gerist með andadrættinum sem er töfra leiðin í það, sko, meðvituð öndun sem að alltaf getur kastað þér þangað sem þú vill fara í raun. Já, yeah. Hver er uppáhalds bíómyndin? Bla bla. Uppáhalds bíómyndin, ég veit það ekki. Shawshank Redemption eða eitthvað, sko. Það er bara svo margar. Það er bara endið þetta á svona einni, bara spurningu sem fær bara svar. Já. Svar. Hún kom upp strax, ákvað að segja bara sem kom fyrst upp. Fyrst vel að. Óli Steff, og það var mættir eitthvað annað klukkan 3. Nei, já, hitta fóstupappa. Já. Og hérna... Ég vil ekki hafa hann á bakinu á mér. Nei, hann er góðu kall. Ég ætla bara að þakka að kella fyrir spjallið. Já, sumuleiðis, og þetta hafi verið eitthvað blei. Þetta var alveg bara góð stund. Þetta var góð stund, ég er sammála því. Allt er góðu. Já. Bara með skeggja, það er þetta vægar sagt áhugavert. Já, sjáum hvað setur. Við getum örgulega hleyðið þessu eftir ár eða eitthvað svona, eða bara strax, getum örgulega hleyðið strax. Þessu er alltaf gaman að kíkja mitt, sko. Skoðar að gömul viðtöl við, út af að tala um það áðan. Hefur kíkt svona áraftur tíma? Já, stundum. Og líka bara, þetta er eins og með lækni sem að þú kemur til kannski 5 ára seinna og hann er ennþá að gera sama hlutin. Áttu ekki að setja spurningu við þann lækni? Já. Skilur, áttu ekki alltaf að vera eitthvað að tilraunast og heyrðu, ég er þetta með nýtt hérna stöffandaðir, ég er búin að vera að skoða þetta á sjálfum mér og eitthvað svona. Fattarðu? Já. Er það ekki eitthvað svona... Sagan hefur svona bara dæmt það fólk illa ef það fór úrskeiðs. Já, svo er það, þetta. En síðan náttúrulega er bara mesta snildin sem hefur líka komið út frá þessu, sko. Já, líka. Einhver fór út fyrir normið og hérna, en síðan er hinn hliðin þar að eitthvað fór hryllilega úrskeiðs. Já, og það er líka, og þess vegna byrja okkur að virða stofnanir, akkurat, að þær eru samansafn af sameiginlegri þekkingu og reynslu og lent í alls konar. Já. Hvort það er einhverjar finansstofnanir eða líka bara heilbrigðisstofnanir. Já, og fólk að ég er ekkert nægilega þakklátt fyrir að hversu erfitt það er að snúa skipinu, sko. Nei, og ég held að þú veist, við erum að vera þakklátt fyrir, tökum geðheilbrigðiskerfi sem dæmi, þar eru fullt af fólki að reyna í einhverjum sellum að gera sitt besta, sko, og rekst á og lendir í og og sumt er eitthvað úr sér gengið og einhvern vill ekki hreyfa það eða fólk getur heldur ekki sagt bless og sagt, heyrðu, við erum löngu, þetta er löngu tímabært, veist það sem fólk er að halda í en sumir eru á blúsandi rólu og eru að gera eitthvað jákvætt og svo allt þarna á milli einhvern veginn, sko. Þannig að þetta er bara hluti af þessu öllu og svo gerir bara hver onni það sem honum finnst áhugaverðast að skoða, sko, og laga. Þetta er loka orðin. Óli Steff, takk fyrir spil. Sömuleiðis, kæri.